Góðan daginn, fimmtudaginn og verið hjartanlega velkomin í Morðkastið. Unnur Borgþórsdóttir heiti ég, býð ykkur hjartanlega velkomin. Bylgja Borgþórsdóttir með mér í dag. Jú, sæl. Eins og alla aðra daga. Alltaf. Blæti, blekkingar og beinskipting. Hvað á þetta allt sameiginlegt? En hvað með vampíruhús, frostlaug, kentár og líksnirti? Og hvernig tengist það Austurlandi? Svarið nálgast líklega ekki með að bæta pissublöðru, pottrétti og punghári við. En allt eru þetta þættir í einu vinsælasta hlaðvarpi landsins sem nefnist Morðkastið. En það eru systurnar Unnur Arna og Bylgja Borgþórsdætur á Egilsstöðum sem halda út í hlaðvarpinu sem fjallar íslensk og erlend sakamál á léttum nótum. Ég man ekki hvað þetta byrjar. Ég hef alltaf verið mjög áhugasöm að hlusta á alls konar svona true crime podcast og bækur og ég hef aldrei getað hort til dæmis á hryllingsmyndir en alls konar heimildarmyndir eru ekkert mál fyrir mig þannig að þetta er aðalega það held ég. Og svo fór ég náttúrulega í lögfræði og þaðan þessi lagalegi vinkill á málin líka fannst mér gríðarlega áhugaverður þannig að ég held þetta sé aðalega þar en svo kenni ég náttúrulega systur minni, hún er 11 árum eldri en ég og hún svona ýtir allri sinni svona vitneskju og áhuga á þessu á mig held ég. Unnur bjó út í Danmörku þegar hugmyndin var til, en þá hlustaði hún á hlaðvörp á ensku og dönsku, en fannst vanta hlaðvarp á íslensku sem fjallaði morðmál. Þetta gerst mjög hratt, kannski svona smá kvatvísis moment sem ég átti þarna þegar ég fór á Amazon og pantaði tvo mæka. Ég bjó með stelpu sem tók upp fyrstu þættina með mér og við ætluðum að gera þetta saman áður en ég ákvað að flytja heim. Og þú veist, þetta gerist í rauninni bara, þeir koma inn lúna og við erum búin að undirbúa mál og tökum upp þátt og dælum út og þetta fer einhvern veginn bara beint á vinsældalista, eða þú veist. Upp frá því var hlaðvarpið hressilega upp á sig og var því fljótt mikil vinna, enda töluverður undirbúningur sem liggur að baki hverjum þætti. Á bakvið eitt mál hjá mér, það er örugglega hátt í 20-30 klukkutímar bara í undirbúningsvinnu og svo tekur maður upp þáttinn og klippir hann og gefur út og póstar á Instagram og allt þetta. Þannig að þetta er heljarann að vinna, sko. Klukkan 18:30 sama dag berst síðan lögreglunni símtal. Krakkar höfðu verið að leika sér í 50 kilometra í burtu frá heimili Elaine og Jennifer á einhverju svona engi eða svona. 50 kilometra? 50 kilometra. Það er langt í burtu. Það er Reyðarfjörður og tilbaka. Já, en það er ekkert eitthvað svona bara eins og í Selskógi? Nei, alls ekki. Nei. Okay. Vinsældir Morðkastsins má einhverju leyti rekja til þess hversu vel systrunum tekst til við að ná fram þeirri sérstöku en leið skemmtilegu blöndu að fjalla morðmál á léttan hátt. Það er kannski smá hræsni í því líka að það er alltaf auðveldara að gera það við mál sem gerast ekki í Íslandi. Þá er þetta að koma með alls konar sleggjudóma hitt og þetta og réttarkerfi og lögregluna og einstaklingin og allt það og þau eru vandmeðfarin íslensku málin innilega og við viljum líka hafa það svoleiðis að vanda okkur og viljum ekki særa neitt eða neitt sem að mögulega tengist eitthvað málinu en já þú veist þetta er líka bara oft er þetta mjög fyndið skilju þetta getur verið mjög kómískt það sem fólk lendir í og oft lifir fólkið af og segir sjálft að það er sturlað að lenda í þessu en fólk er náttúrulega líka misjafnt hvernig það tekur því að hlusta á svona og ég veit alveg að það er ekkert allra að hlusta á svona spjallum, svona hluti en þú veist, af hverju ekki að tala létt þetta frekar en að gera þetta eitthvað gríðarlega alvarlegt og fela þetta eitthvað. Ég allan að vill hafa þetta svona sko og ég held að það sé margir á þeim vagni sko. Það er engin tilviljun að við skildum velja að hitta Unni á Ask Taproom og pizzeríu á Egilsstöðum, þar sem hún er einn af eigendum staðarins og talar því það sem sitt þriðja heimili á eftir skrifstofunni þar sem hún tekur upp hlaðvarpið. Hingað til hefur hún líka verið í fullri vinnu samhliða, þannig að dagskráin yfir daginn hefur oft verið ansi þétt. Já, það hefur verið það og þangað til í gær, þá er þetta búið að vera í rauninni alveg fáránlega flókið en maður gerir þetta náttúrulega ekki nema bara af því að þetta er skemmtilegt. Ég fæ gríðarlega mikið út úr því að undirbúa og gera og græja alls konar fyrir Morðkastið og hvort sem að það séu einhver pubquiz eða eitthvað grín hér eða þar þá er þetta ótrúlega gaman og maður sinnir því vel sem maður vill sinna vel
sama þótt að sé kannski stundum svolítið mikið að gera. Já, þangað til í gær, segir Unnur, því þá hætti hún einmitt í vinnunni sinni til að skapa sér meiri tíma til að sinna sínum verkefnum og því mörg tækifæri framundan. Ég var svaka smeyk og með mikið stress í maganum í gær, sko, en það er erfitt að vera alltaf að reyna að halda fullt af boltum á lofti og ef maður ætlar að reyna að sinna öllu vel, þá getur verið að maður þurfa að sleppa einhverju og aðalvinnan mín var það sem að í rauninni bara, þú veist, lenti neðst í goggunarröðinni hjá mér, sko. Og það verður þá bara að koma í ljós hvernig það fer. En hefði Unnur trúað því fyrir nokkrum árum að hennar starf yrði að fjalla morðmál og afgreiða á barnum með því? Nei, þetta er alveg ótrúlegt, sko. Þetta gerist allt saman mjög hratt, en ég hefði aldrei giskað á að þetta myndi fara svona, sko. Ég ætlaði bara að vera eitthvað lýglátt í Danmörku, sko, ekki með neinar skuldbindingar. Það er aðeins búið að breyta síðan þá, en þetta er bara dásamlegt, sko. Breytingin er svo sem kannski ekki öll. Ég hef náttúrulega bara meiri tíma til þess að sinna í núna og fara kannski meira í að gera viðburði hér og þar þegar COVID leyfir okkur að hittast. Við erum líka að byrja með áskriftaleið, þannig að þú veist, það er aðalega það. Við fáum inn góða stuðningsaðila og ég get sinnt þessu betur, gert meira og bara haldið áfram að stækka, sko. Hún tekur til föt og svona drífur svona baðherbergið. Þar, þegar hún kemur inn, sér hún nokkra dropa blóði á vaskinum. Ekki þannig að hún giski á að einhverjum hafi blætt út, heldur bara svona einhver hafi fengið smá blóðnös, sáraputtan, eitthvað svona. Ég er sammála henni. Ég myndi ekki kippa mér upp við einhverja 3 random blóðdropa á vaskinum heima. Nei, nema þá að það væri bara pirrandi að hafa ekki þrifið eftir. En einmitt þegar áhugamálið verður að vinnu, þá getur oft verið snúið að skilja það eftir þegar heim er komið. Já, eða bara hvert sem er. Ég tala þetta eiginlega stanslaust, sko, og fólk þarf ekkert endilega að spyrja út í það. Ég bara segi frá svona, þú veist, ég var að hlusta á hræðilegt mál eða málið sem ég er að rannsaka núna, það gerist þetta. Og það er held ég orðið bara svona einhver niður heima hjá mér sem fólk næra að hunsa, en ég held að ef maður hefur einhvern svona bilaðan áhuga á því þá sjálfkrafa maður í kringum þetta allan daginn og maður er alveg húgt á það, sko. Þú veist, mikið af mínum tíma fer ég að rannsaka og horfa á heimildarmyndir og svoleiðis og þá þýðir ekkert annað en bara, þú veist, við þurfum að horfa á þennan þátt í kvöld þannig að það eru allir involveraðir í þetta á mínu heimili, sko.